Maður sem var bjargað úr fóstri í Bakkakoti eftir að hafa mætt með áverka í skólann þakkar kennara sínum að hann sé á lífi. Mér datt ekki í hug að það væri til svo mikið af góðu fólki, segir hann viðbrögð þjóðarinnar. Samverkakona Jeffreys Epstein neitaði að svara spurningum þegar hún kom fyrir þingnefnd í dag. Birting Epstein-skjalana hefur mun meiri pólitísk áhrif í Evrópu en í Bandaríkjunum. Úkraínumenn sem hafa flúið stríðið heima fyrir til Íslands fá ekki lengur sjálfkrafa ótímabundið dvalarleyfi eftir 5 ár á landinu, gangi áform dómsmálaráðherra eftir. 6.400 manns þaðan hafa fengið hér hæli frá upphafi stríðsins. Ari Edwald hefur yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn og verður oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Hann vill endurskoða borgarlínu frá grunni. Þó að skopmyndir gervigreindarinnar séu skemmtilegar, eru þær ekki með öllu hættulausar þar sem fyrirtækið fær með þeim upplýsingar sem þær getur selt. Þessi fyrirtæki eru ekki að leika sér. Þau eru bara í harðsvíruðum viðskiptum. Komiði sæl. Maður sem var færður af Bakkakoti á annað fósturheimili eftir að hann kom með áverka í skólann segir að lífi sínu hafi þar með verið bjargað. Jón Bjartmar Indriðason var í fóstri í Bakkakoti árið 1995-98 þegar hann var 12-15 ára og var þar allt árið kring. Ég er bara sár. Kvíðinn. Ég hef aldrei náð yfirstígað þetta. Jón Bjartmar hefur ekki sagt frá því sem hann upplifði í Bakkakoti áður. Hvernig er að heyra það núna, svona mörgum árum seinna? Sko, það er meira en sárt. Manni finnst maður hafa brugðist, hafi ekki getað séð eitthvað. Jón Bjartmar er einn þeirra sem sendu bréf til forsætisráðherra í síðustu viku með lýsingum á dvöl sinni í Bakkakoti. Síðan hafa tugir haft samband við lögfræðistofuna og greint frá illri meðferð og ofbeldi í Bakkakoti. Mér var ekki kennt hlutinir. Það var hreytt í mig, öskrað á mig, sparkað í mig, sleginn. Það var ekki tekið í öxlina á mér, lagt hendina og sagði mér, þú mátt ekki gera þetta svona, þú mátt gera þetta hinsegin. Það var aldrei. Grunnskólakennari Jóns Bjartmars á Hvolsvelli segist hafa séð áverka á honum og aðstoðaði hann í kjölfarið að komast á annað fósturheimili í Landeyjum, þar sem hann kláraði 10. bekkinn. Þau vildu endilega hjálpa mér. Þau sé kennararnir mínum. Þá á ég henni heila lífið að þakka. Jón Bjartmar er þakklátur stuðningnum sem mennirnir sem hafa stigið fram hafa fengið. Ég átti ekki von á að þjóðin myndi taka svona vel í þetta og styðja okkur í þessu. Ég hef alltaf horft á þjóðina sem bara mjög grimma þjóð. Mér datt ekki í hug að væri til svona mikið á góðu fólki. Og lengri útgáfa af viðtalinu við Jón Bjartmar og móður hans verður í Kastljósi strax að loknum fréttum. Og þá að öðru. Birting Epstein-skjalana hefur haft mun meiri áhrif á stjórnmál í Evrópu en í Bandaríkjunum. Gustað hefur stjórnmálamenn og annað áhrifafólk víðar en í Noregi og í Bretlandi. Tengsl Peters Mandelson, þungaviktarmanns í breskum stjórnmálum við Epstein, vöktu upp spurningar hvort dagar Keir Starmer í embætti forsætisráðherra yrðu senn taldir. Afsögn hægri handa Starmers, starfsmannastjórans Morgan McSweeney, er ætlað að lægja öldurnar. Það hefur þó ekki tekist. Leiðtogi verkamannaflokksins í Skotlandi kallaði í dag eftir að Starmer segði af sér. The distraction needs to end and the leadership in Downing Street has to change. Væringar hafa sömuleiðis verið miklar í Noregi, enda voru tengsl Mette-Maritar krónprinsessu við Epstein töluverð og oft elítið daðursleg.
Fyrrum ráðherrar, jafnvel forsætisráðherrar áttu í samskipti við Epstein og Mona Júl, nafntogaður diplómati, hefur verið kölluð heim úr sendiráðinu í Jórdaníu vegna tengsla sinna við hann og ákærð fyrir spillingu. Og áhrifa gætir víðar. Jack Lang, fyrrverandi menningamálaráðherra Frakklands og aðsópsmikil stjórnmálamaður í frönskum stjórnmálum, sagði af sér forsæti hinnar virtu Arabaheims stofnunar í París. Tengsl hans við Epstein virðast hafa við fjárhagsleg og mögulega glæpsamleg. Þá hefur forseti Svíþjóðadeildar flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sagt af sér og síðan sagði fyrrverandi utanríkisráðherra Slóvakíu af sér þingmennsku nýverið vegna tengsla við Epstein. Í Bandaríkjunum þessu ekki fyrir að fara. Engin háttsettur kjörinn fulltrúi hefur á undanförnum dögum og vikum vikið úr embætti vegna tengsla við Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, kærasta Epsteins og samverkakona, fékk 20 ára fangelsisdóm. Hún kom fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Bandaríkjaþings í dag og neitaði að svara spurningum. This obviously is very disappointing. We had many questions to ask about the crimes she and Epstein committed, as well as questions about potential co-conspirators. Epstein aðalega minnst vegna kynferðisbrota sem hann framdi gegn börnum. Nýbirt Epstein-skjöl leiða þó betur í ljós allskyns fjármálaleg tengsl mjög víða. Peter Mandelson á þannig að hafa látið Epstein í té innherja upplýsingar í tíð sinni sem ráðherra í bresku ríkisstjórninni. Hið sama má segja Andrew Mountbatten Windsor sem að deildi með honum viðkvæmum upplýsingum fjárhagsleg verkefni breska ríkisins. Eins og sést í Epstein-skjölunum virðist mjög margt háttsett fólk allan heim hafa verið reiðubúið að deila með honum upplýsingum sem aldrei áttu að leka. Þetta hefur vakið upp spurningar og óstaðfestar kenningar hvort Epstein hafi verið á mála hjá erlendum leyniþjónustustofnunum. Því víða slengt fram í umræðu á netinu að Epstein hafi verið útsendari Mossad, ísraelsku leyniþjónustunnar eða jafnvel rússnesku leyniþjónustunnar. Nær engin málsmeitandi tekur enn undir þær kenningar fyrir utan einn. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, vill láta rannsaka hvort gögn úr Epstein-skjölunum bendi til þess að hann hafi njósnað fyrir rússnesku leyniþjónustuna, þá með það fyrir augum að finna höggstað á fyrirmennum í Evrópu. Rússnesk stjórnvöld hafna þessu staðfastlega. Og Epstein-skjölin var einnig til umfjöllunar í Silfrinu í kvöld, það ekki Sigríður Hagalín? Jú, mikið rétt. Þau koma hingað þau Hulda Þórisdóttir stjórnmálasálfræðingur, Herdís Sigurgrímsdóttir stjórnmálafræðingur og Jón Trausti Reynisson, blaðamaður. Þau hafa öll fylgst með málinu og ætla að ræða það hér á eftir og svo formannsslagur í fullum gangi í Framsóknarflokknum. Formannsframbjóðendurnir tveir, þær Ingibjörg Ísaksen og Lilja Alfreðsdóttir kom hingað og farið við stefnumál sín. Ekki missa af Silfrinu klukkan korter yfir 8 í kvöld. Lofum því. Takk Sigríður Hagalín. Dómsmálaráðherra ætlar að leggja fram frumvarp til að koma í veg fyrir að Úkraínumenn sem hafa fengið hæli hér á landi á grundvelli laga fjöldaflótta fái sjálfkrafa ótímabundið dvalarleyfi. Fjöldi Úkraínumanna á Íslandi hefur tífaldast á undanförnum 4 árum með allt frá innrás Rússa. Mörg Evrópuríki opnuðu landamæri sín fyrir flóttamenn frá Úkraínu þegar Rússar réðust á landi í febrúar 2022. 6 milljónir Úkraínumanna hafa flúið heimili sín og þaraf hafa tæplega 6.400 sótt hæli hér á landi frá stríðsbyrjun. Ríflega 60% allra hælisumsókna í fyrra komu frá Úkraínu eða tæplega 1100 af rúmlega 1700 umsóknum. Fjöldi Úkraínumanna með búsetu á Íslandi hefur nærri tífaldast á undanförnum 4 árum, úr tæplega 470 í rúmlega 4200. Umsóknir Úkraínumanna þurfa ekki að fara í gegnum hefðbundið ferli, heldur eru afgreiddar á grundvelli laga fjöldaflótta sem mun einfaldara. Verndin hefur verið tímabundin en á næsta ári verða 5 ár liðin síðan fyrstu úkraínsku fjöldaflóttamennirnir komu til Íslands og án lagabreytinga virkjast réttur til ótímabundins dvalarleyfis. Ráðherra hefur nú boðað frumvarp til að koma í veg fyrir það. Við erum að samræma regluverk við það sem að tíðkast á Norðurlöndunum og reyndir að horfa til Evrópusambandsins alls það að vitaskuld algjörlega óbreytt ástæða það að Úkraínumenn eru á meðan á stríðinu stendur hjartanlega velkomnir til Íslands, eru langsamlega stærsti hluti þeirra sem hingað koma til lands. En hugmyndafræðin að menn séu hérna þá á grundvelli flótta á meðan á stríðinu stendur en það framkalli síðan ekki sjálfkrafa varanlegt dvalarleyfi í kjölfarið. Þeir sem kjósa að búa áfram á Íslandi eftir að stríðinu lýkur þurfa þá að sækja dvalarleyfi í gegnum hefðbundið ferli. En á einhverjum tímapunkti kemur þetta að því að þessu skelfilega stríði lýkur og þá er þetta hugmyndafræðin svo að fólk bæði geti og vilji snúa aftur heim. Hart deilt frumvarp félagsmálaráðherra tengingu bóta almannatrygginga við launavísitölu á Alþingi.
Frumvarpið hefur sætt gagnrýni meðal annars frá aðilum vinnumarkaðarins og fjármálaráði. Varað við að kostnaði við breytingarnar sé umtalsverður og gæti aukið á hallarekstur og skuldasöfnun ríkissjóðs. Að frumvarpið sé vinnuletjandi og bótaþegum gert hærra undir höfði en launþegum. Til harðra orðaskipta koma milli varaformanns Sjálfstæðisflokksins og formanns Flokks fólksins í umræðum málið í dag. Og það rosalega gott að geta komið hér upp, ausið úr sjóðum ríkissjóðs, úr sjóðum skattgreiðanda og barið sér á brjóst og verið góður á kostnað annara. Þessi ríkisstjórn, hún einsetti sér að hún skildi stöðva kjaragliðnun sem orðið núna 106.000 krónur á mánuði hjá þeim sem að lægstu launin hafa í þessu landi sem almannatryggingaþegar. En þessi háttvirtur þingmaður, hann berst hér með kjafti og klóm þegar á að koma hér með auðlindagjöld, sanngjörda auðlindarentu á sjávarauðlindina okkar. Lögreglan hefur talað við vitni að banaslysinu á Miklubraut á fimmtudagskvöldið. Nærri 6 stiga frost var á næstu veðurstöð við slysstaðinn. Bíllinn var á leið austur Miklubraut og staðnæmdist á stólpa eða staur vegagerðarinnar á eyjunni milli akstursátta við hús Hjálpræðishersins og Rauðagerði. Ranglega var sagt hvar bíllinn staðnæmdist í sjónvarpsfréttum á föstudagskvöld. Stólpar voru sitt megin við akreinar í vesturátt og slá á milli þar sem framkom leyfileg hámarkshæð vegna göngubrúar þar aðeins vestar. Sprunga kom í stólpan, líklega eftir slysið. Vegagerðin lét því taka niður hæðarslána á stólpana eftir hádegi á laugardag og olliða talsverðum umferðartöfum. Á slysstað á Miklubraut eru hjólför í malbygginu eins og víða annar staðar nokkuð djúpar rásir á öllum akreinum. Þurrt var og ekki hálka þegar slysið varð. Hins vegar var frost á næsta veðurmæli veðurstofunnar á Geirsnefi. Þar var 4 stiga frost klukkan 9 en var komið upp í tæplega 6 stiga frost klukkan 11. Lögreglan vinnur við að taka skýrslur af vitnum og skoða myndefni en tjáir sig að öðru leyti ekki slysið. 17 ára piltur sem var farþegi í bílnum lést. Hann hét Patrekur Freyr Sveinsson. Jafnaldri hans, ökumaðurinn, hefur verið útskrifaður af spítala. Leikur íshokkíliða Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis annað kvöld í Laugardal verður til minningar Patrek Frey og allur ágóði rennur til fjölskyldans. Ari Edwald, nýr oddviti Miðflokksins í Reykjavík, vill að borgarlínuverkefnið verði endurskoðað frá grunni. Hann segist skilja málið eftir í fortíðinni sem leiddi til uppsagnar hans fyrir nokkrum árum. Eftir að hafa gegnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinum áratugaskeið, þar með talið verið aðstoðarmaður ráðherra flokksins í 8 ár, hefur Ari Edwald söðlað og gengið til liðs við Miðflokkin. Leita var til hans og Ari telur að þar fái áherslur hans hljómgrunn. Mér finnst Miðflokkurinn taka fastar á í þeim málaflokkum þar sem að mér finnst mestu skipta, en ég óska Sjálfstæðisflokknum allsins besta líka og vona að þeir standi sig bara vel og verði með okkur í baráttunni. Ari segir að kalla sig eftir breytingum, hvort sem það í skipulagsmálum, leikskólamálum og rekstri borgarinnar. Hann vill að borgarlínuverkefnið verði endurskoðað frá grunni. Stærstu slysin eru ekki orðin og það á ekki að henda góðum peningum eftir slæmum og stefna umferðinni í enn meiri vanda en orðið er. Ég tel að umferðarkerfið þetta er bara eins og æðakerfi og ætlar að stípla æðarnar og hjartað, það gengur ekki upp. Ari hefur komið víða við í íslensku atvinnulífi undanfarna áratugi. Hann var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, forstjóri 365 miðla sem var forveri sínar, forstjóri Mjólkursamsölunar og framkvæmdastjóri Íseyjar útflutnings. Þar var honum sagt upp störfum eftir að hann og fleiri framámenn úr viðskiptalífinu voru sakaðir kynferðisbrot en þeir kærðu á móti fyrir fjárkúgun. Því máli lauk fyrir 3 árum þegar ríkissaksóknari felldi niður rannsókn á öllum þáttum málsins. Ari óttast ekki að máli verði notað gegn honum í kosningabaráttunni. Og ég gerði það eina sem að ég gat gert í stöðunni, sem var að kæra til yfirvalda og til að koma málin í formlegan farveg. Það var erfitt og reyndi á mig og mína fjölskyldu, en því lokið með þessum lokapunkti sem að varði með formlegri afgreiðslu málsins og þess vegna á ég rétt á því að geta sett það mál aftur fyrir mig, skilið það eftir í fortíðinni og horft til þessara spennandi verkefna sem eru framundan. Í öðru sæti á lista Miðflokksins verður Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Voge sem, eins og Ari, kemur einnig úr Sjálfstæðisflokknum
og Lárus Blöndal Sigurðsson skipar 3. sæti. Samkvæmt nýjustu könnun á fylgi flokkan í borginni fengi Miðflokkurinn 2 menn kjörna í borgarstjórn. Biðjumst velvirðingar á því að þarna birtist röngu mynd, þetta var ekki sá Lárus Blöndal sem rættur um. En snúum okkur öðru. Jarðskjálftahrinan við Eldey, 15 km suðvestur af Reykjanesi heldur áfram. Fleiri en 500 skjálftar hafa mælst þar síðan í hádeginu í gær, þar af 4 jarðskjálftar af stærðinni 3 eða meira. Ekkert bendir til kvikurhreyfinga á þessum slóðum samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. GPS-stöð sem mælir landris og landsig var sett upp í Eldey fyrir rúmum 2 árum. Þar hefur ekkert landris mælst. Jarðskjálftarnir eru á flekaskilum og skjálftahrinur algengar. Þær vara þó mislengi. Úrskurður siðanefndar Háskólans á Bifröst í máli 3 akademískra starfsmanna við skólan hefur ekki enn náð að lægja ófriðar öldur innan hans. Siðanefndin sagði starfsmenn ekki hafa gerst brotlega við siðareglur. Allt nám við háskólan fer fram í fjarnámi. Starfsstöðvar skólans eru á Hvanneyri og í Reykjavík. Í fréttatilkynningu í dag hörmuðu stjórnendur skólans að máli hefði ratað í fjölmiðla. Þar kom einnig fram að nú tæki við sáttaferli á forræði stjórnar sem ætlað væri að endurnýja traust. Nemendafélag Háskólans á Bifröst segir nokkra nemendur hafa kvartað undan símtölum frá stjórnendum skólans eftir að þau tjáðu sig opinberlega málefni skólans. Og það verður fjallað deilurnar á Bifröst í Kastljósi í kvöld. Þar verður rætt við fulltrúa starfsfólk og svo verður Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor skólans, þar einnig til svara. Persónulegar venjur og áhugamál mesta söluvaran í heiminum í dag, segir forstjóri Persónuverndar nýjasta æði samfélagsmiðlana, skopmyndir af fólki gerðar af gervigreind. Margir hafa síðustu daga beðið gervigreindinum að búa til skopmynd af sér, byggð á öllu sem hún veit viðkomandi. Þá grípur hún tækifærið og biður fleiri upplýsingar, til dæmis ljósmyndir með þeim rökum að skopmyndin verði þá nákvæmari. En þar lætur hún ekki staðar numið, heldur vill hún líka fá að vita við hvað fólk starfar og helstu áhugamál. Hver eru venjur þínar og áhugamál? Þetta mesta söluvaran í heiminum í dag. Þannig að grundvallar kannski punktun þetta, vil ég bara afsala mér þessum upplýsingum og vil ég veita þessu fyrirtæki þessar upplýsingar? Treyst ég þeim til að nota vel eða ekki? Myndirnar hafa vakið athygli og margir deiltum á samfélagsmiðlum. Helga hvetur til árvekni og að fólk hugsi hvað fyrirtæki sé að fara að gera við þessar upplýsingar. Það sem við höfum séð það að oft eru upplýsingar nýttar í svona það sem fólk heldur að sé í einhverjum leik. En þessi fyrirtæki ekki að leika sér. Þau eru bara í harðsvíruðum viðskiptum. Þannig að þau eru að nota þessar upplýsingar til einhvers. Og ég meina kannski bara gerir fólk upp hugsun og hugsa bara gott og vel og ég vil bara samt gefa þessu upplýsingar. Forritið sem fólk notar í skopmyndagerðina ChatGPT. Þetta fyrirtæki svona á pari við að verða eitt af öflugustu fyrirtækjum heims í dag og verðmætustu fyrirtækjunum. Og þau eru að skapa sín verðmæti með því að vera að selja persónuupplýsingar og vinna með þær. Talið að 130 milljónir hafi horft á ofurskálina, úrslitaleik NFL-deildarinnar í amerískum fótbolta í gær. Hálfleiksýningin að þessu sinni var íhaldsamari Bandaríkjamönnum ekki að skapi. Seattle Seahawks fóru illa með New England Patriots í gær 29-13 og unnu þar með sína aðra á ofurskál. Aðdáendur liðanna voru ýmist vonsviknir eða í skýjunum með úrslitin. I'm feeling like I'm in a dreamland right now. Disappointing performance, but yeah, I came all the way from Boston, so Ofurskálin þó fyrir mörgum ekki íþróttaviðburður, heldur sjónvarps- og menningarviðburður. Stjörnuregnið í auglýsingahléi var venju samkvæmt mikið. George Clooney auglýsti skyndibitarsendil, leikarar úr Friends og Seinfeld auglýstu kleinurhringi, Kendall Jenner auglýsti veðmálafyrirtæki og popstjarnan Sabrina Carpenter lék í auglýsingu fyrir Pringles. En ofurskálin verður stundum að stjórnmálaviðburði líka. Hálfleiksýning Grammy verðlaunahafans og frægustu popstjörnu heims þessar mundir, Bad Bunny frá Puerto Rico, skipti fólki í fylkingar. Þótt sýningin hafi trekt að 2 milljóna áhorf, skiptu einhverjir rás og fylgdust í staðinn með hálfleiksýningu Kid Rock í boði Turning Point USA, samtaka Charlie's Hayden's Kirks. Þar voru sann amerísk gildi í hávegum höfð og sjónvarpstækin í Mar-a-Lago í Flórida voru stillt í samræmi við það. I think the president would much prefer a Kid Rock performance over Bad Bunny, I must say that.
Trump hefur reyndar greinilega hort á Bad Bunny því hann tjáði sig sýninguna í gær. Algjörlega hræðilegt, enginn skilur stakt orð, hræðilegir dansar, löðrungur framan í þjóðina, sagði forsetinn. Bad Bunny syngur á spænsku og hefur mótmælt aðgerðum innflytjendastofnunar Bandaríkjanna ICE gegn innflytjendum af rómönskum uppruna. Í Puerto Rico, sem hluti Bandaríkjanna en þó ekki eitt ríkjanna 50, fögnuðu íbúar sínum manni. Orgulloso 100% este día, bueno, mira cómo está afuera, Puerto Rico está súper orgulloso y nosotros también. God bless America! Velkomin Ingu Lára. Þessi blendnu viðbrögð við flutningi Bad Bunny, þau komu nú kannski ekki sérstaklega óvart eða hvað? Nei, alls ekki. Hann eins og segir reyðurinn, kannski ekki lukkudýr ríkisstjórnar Donald Trump. Hann stoltur Puerto Rico maður, hann hefur talað gegn ICE og hann styður hinsegin samfélagið, hann líka svona neitar að enskuvæða sig eins og aðrir Puerto Rico tónlistamenn hafa þurft að gera í gegnum árin, eins og Ricky Martin, hann þurft að gefa út plötu á ensku til þess að slá í fyrsta sinni gegn í Bandaríkjunum. Já, en hún bránu fyrir þannig atriðinu. Já, heldur betur, rosa flottur. Já, en sko auk Bad Bunny þá stígu Green Day á svið. Þeir þetta gaf út fyrir rúmum 20 árum plötuna American Idiot sem var svona svolítið pólitísk ádela á Bush-stjórnina og republikana. Var þetta pólitískt val á tónlistamönnum? Já, í vissum skilningi. Þetta náttúrulega tónlistamenn sem hafa talað gegn ríkisstjórn Bandaríkjana og sko tónlistafólk sem kemur fram á í ofurskálinni fá svona ákveðna reglur. Þetta má helst ekki vera of pólitískt, þetta má ekki blóta of mikið, ekki sína nekt, en við náttúrulega þekkjum atriði sem hafa brotið þessar reglur í gegnum árin. Janet Jackson og Justin Timberlake á sínum tíma, Eminem, hann ákvað bara ég ætla að víst að vera pólitískur. En ég bjóst kannski aðeins við að Green Day yrðu pólitískari, þetta náttúrulega bandarískt punkband, en þeir hafa kannski svona dreiðans úr því. Það til dæmis fræg setning sem þeir hafa breytt síðustu árin. Áður var það, ég ekki hluti af sveitalupa stefnunni sem að þeir sungu nú síðustu ár, ég ekki hluti af maka stefnunni, en þeir bara algjörlega slepptu þeirri línu. Já, einmitt. Bad Bunny eins og þarna kom fram með einn skerasta stjarnan í dag, vann fjölda Grammy-verðlauna daginn og þó að Bandaríkjaforseti hafi ekki sagst hafa skilið orða því sem hann var að syngja, þá það nú ekki það sama fleiri eða mjög marga Bandaríkjamenn. Nei, alls ekki. Það eru hátt í 45 milljón Bandaríkjamenn sem að tala spænsku á heimili sínu, hvort sem það eru foreldrar þeirra sem tala spænsku eða það bara móðurmál þeirra. Þetta alveg hátt í 13% Bandaríkjamanna. Og í rauninni fyrsta sinn í ofurskálinni sem þeir sjá risa sýningu einungis á spænsku í fyrsta sinn og hljóta hafa fagnað því. Líka að fá sjá þessar táknmyndir rómönsku Ameríku sem líka bara stór hluti af bandarískri menningu. Það var stráhatturinn sem sást í atriðinu sem bara þjóðartákn og stolt Puerto Rico fólks og einmitt að sjá Ricky Martin og rómönsku stjörnurnar. Og líka sem svolítið áhugavert, sem svo mikið í spænskumælandi menningu, það að sjá unga sem aldna að dansa saman í einu partí. Það svo mikið rómanska Ameríka. Einmitt eins og við sjáum hérna á þessum myndum. Já, þetta bara eitthvað sem við séum í öllum spænskumælandi löndum. Þetta snýst náttúrulega ekkert að vera eitthvað fullir framan börnin. Þetta bara, fjölskyldan alltaf saman. Og allir saman. Kærar þakkir fyrir þetta Ingu Lára og það má auðvitað sjá líka það sem þið eru búin að vera að gera á samfélagsmiðlum í dag ofurskálinni og öllum samfélagsmiðlum RÚV. Takk fyrir þetta. Og þá að veðri. Norðaustan 10 til 18 á morgun, hvassast á Vestfjörðum og við suðausturströndina. Hiti 0 til 6 stig. Él fyrir norðan og austan en léttir til á Suður- og Vesturlandi. Kólnar smám saman í veðri og heldur hægari vindur annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Sonja Líf Kristinsdóttir bættist í dag óvænt við keppendalista Íslands á vetrarólympíuleikunum í ár. Hún kemur til með að keppa í svíu og stórsvíi. Á morgun keppir skíðagöngufólkið Kristrún Guðnadóttir og Dagur Benediktsson í sprettgöngu. Enn eitt ólympíumetið var slegið í skautahlaupi í dag og við kíkjum á ofurskálina sem fór á loft í San Francisco í nótt. Í íþróttum hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem var bjargað úr fóstri í Bakkakoti eftir að hafa mætt með áverka í skólan þakkar kennara sínum að hann sé á lífi. Mér datt ekki í hug að það væri til svo mikið af góðu fólki, segir hann viðbrögð þjóðarinnar. Samverkakona Jeffrey Epstein neitaði að svara spurningum þegar hún kom fyrir þingnefnd í dag. Birting Epsteins skjalana hefur mun meiri pólitísk áhrif í Evrópu en í Bandaríkjunum.
Úkraínumenn sem hafa flúið stríðið heima fyrir til Íslands fá ekki lengur sjálfkrafa ótímabundið dvalarleyfi eftir 5 ár á landinu, gangi áform dómsmálaráðherra eftir. 6.400 manns þaðan hafa fengið hér hæli frá upphafi stríðsins. Ari Edwald hefur yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn og verður oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Hann vill endurskoða borgarlínu frá grunni. Þó að skopmyndir gervigreindarinnar séu skemmtilegar eru þær ekki með öllu hættulausar þar sem fyrirtækið fær með þeim upplýsingar sem það getur selt. Þessum fréttatíma er ljúka og komið að íþróttum, veðri, silfri og kastljósi. Takk fyrir samfylgdina í dag, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu. Umsjón Edda Sif Pálsdóttir og Gunnar Birgisson. Lífið eftir Benjamín. Leiknir norskir þættir byggðir á sönnum atburðum. Vinirnir Benjamín og Elías eru 15 ára og spenntir fyrir framtíðinni. Einn örlagaríkan janúardag árið 2001 verður skelfilegur atburður sem breytir öllu. Vetrarólympíuleikarnir 2026. Bein útsending frá keppni á snjóbrettum á vetrarólympíuleikunum í Milano og Cortina á Ítalíu. How is it this evening? In a right strop. Mrs. Halligan, this egg is overcooked. If I see you again before we disembark, you will finish this voyage in the brig. You may tell Her Majesty I will examine the crime scene. Bring your maid. She might be able to help. Sherlock og dóttir, nýir